bara takk fyrir að koma. Þannig að ég heiti Hekla Björk og ég ætla að kynna ykkur. Þannig að ég útskrifaðist fyrst úr 2 ára diplómanám 2023 og það var mikill áfangi fyrir mig. Eftir diplómanámið fékk ég tækifæri til að taka 2 auka ár í þróunarverkefni sem heitir framhaldsnám í leiðtogafærni. Þar fékk ég að halda áfram að þroskast og mennta mig meira. Þegar ég kláraði námið fékk ég starf við Háskóla Íslands sem aðjúnkt. Ég er fyrsti einstaklingur með þroskahömlun að fá svona starf. Það er mér sérstaklega mikilvægt og ég er stolt af því tækifæri til að vera hluti af því háskólasamfélagi og nýta það sem ég hef lært. Ég fékk ástríðuna fyrir að kenna þegar ég fékk tækifæri til að kenna á námskeiðinu sem ég var sem nemandi í og heitir sjálfræði, vanrækslu og vanlíðan. Og ég bað að fá að deila reynslu minni á verkefnum sem ég vann með öðrum diplómanemum sjálfræði. Kennaranum mínum fannst það frábært og spurði mig hvort ég vildi kenna einn tíma. Nemendur námskeiðsins spurði margar spurninga. Mér fannst áhugavert hversu opnir og áhugasamir nemendur voru. Það var áhugavert að vera bæði nemandi og kennari í sama námskeiðinu. Ég hafði kannski fengið fyrr sjálfstraust að vera kennari ef ég hafði verið með fatlaðan kennara áður en ég byrjaði í HÍ. Fyrirmyndir eru nefnilega svo mikilvægar vegna þess að við getum speglað okkur í þeim. Ef ég hafði verið með fatlaða kennara fyrr, það hafði mér kannski dottið fyrr í huga að ég gæti líka kennt. Nú hef ég tækifæri til að vera ein af þessu mikilvægu öðru í lífi fólks og þannig get ég breytt og opna samfélagi okkar. Núna ætla ég að segja stutt frá lokaverkefni mínu sem tengist því hversu mikilvægt fatlaðar fyrirmyndir eru. Lokaverkefni mitt heitir Nú get ég líka kennt. Verkefnið fjallar mig sem fatlaða kennara. Það hefur ekki verið mikið skrifað fatlaða kennara. Svo ég fékk diplómanema með mér í verkefni. Rannsóknarspurningin var af hverju er mikilvægt að fatlaða kennara fái tækifæri til að kenna. Ég hef sýnt að ég er góður kennari. Mér finnst mikilvægt að fatlaða kennara séu sýnilegir. Það er hluti af því að vera leiðtogi. Ég vil að önnur fatluð börn og fólk viti að vera kennari er ekki bara fyrir ófatlað fólk. Þegar ég tala kennara þá geta það líka átt við starfsfólk í tómstunda- og frístundastarfi. Þannig að lokaverkefni mitt byggir einnig á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. 24. grein fjallar menntun. Við eigum að hafa aðgang að menntun fyrir alla á öllum skólastigum, einnig háskólann. 27. grein fjallar atvinnu. Það er mikilvægt fyrir mig að fá góða menntun og þjálfun sem veitir mér tækifæri til atvinnu. Ég vil geta valið hvers konar vinnu ég sinni. Ég vil ekki að aðrir velji fyrir mig. Ég vil velja út frá hæfileikum mínum og áhuga. Af hverju er samningurinn mikilvægur? Af því að það þarf að hafa sérsamning fyrir fatlað fólk. Þar sem reynslan hefur sýnt okkur að það er oftar brotið á réttindi fatlaðs fólk. Hann er líka mikilvægur vegna þess að hann vinnir á sjálfsögð mannréttindi sem við öll eigum að hafa. Þannig að þegar ég vann
Að lokaverkefninu mínum langaði mig að heyra frá diplómanemum þeirra reynslu og hugmyndum. Ég þyrfti að komast að því hvers vegna kennarar með fötlun eru mikilvæg. Ég spurði þá hvort þeir hefðu einhvern tíma haft kennara með fötlun. Ég spurði þá hvort þeir myndu vilja hafa manneskju með fötlun sem kennara. Ég spurði þá hvers vegna það væri mikilvægt fyrir nemendur með fötlun að hafa kennara með fötlun. Ég spurði þá líka hvort það væri mikilvægt fyrir samfélag ef það væri fleiri kennarar með fötlun. Ég spurði þá hvort þeir myndu sjálfir vilja vera kennara. Við ræddum saman í hópum og þau settu svörin sín í Padlet. Við ræddum allar spurningarnar og niðurstöður voru áhugaverðar. Mörg þeirra höfðu áhuga á að kenna í alls konar skólum. Einn nemandi hafði haft fatlaða kennara áður en hann fór í háskóla. Þau töluðu öll að þau hefðu vilja hafa fatlaða kennara fyrr. Þau ræddu líka að kennarar myndu skilja þau betur og hafa svipaða reynslu. Þau töluðu einnig að það yrði meiri inngildandi og að samfélagi yrði opnara fyrir því að hafa fleiri fatlaða kennara. Þau sögðu að það hefði verið góð reynsla að hafa fatlaða kennara í diplómanáminu. Hér er tilvitund sem mér finnst passa vel við þetta verkefni. Ófatlaðir kennarar skilja ekki alltaf reynslu fatlaðra nemenda sinna. Þetta segir okkur svo margt hvers sem fatlaði fyrirmynd eru mikilvæg. Öflugir leiðtogar með fötlun eru nefnilega mikilvæg fyrir inngildandi samfélag. Reynsla mín af því að hafa verið kennari í HÍ í vetur. Þau segir mér líka að fatlaði fyrirmynd eru mikilvæg fyrir ófatlaða nemendur. Með því að vera sýnileg og að sýna öðrum að ég læt ekkert stoppa mig, þá get ég að hjálpa öðrum. Það hefur líka að fjölbreytt sjónarhorn. Mér langaði að enda með þetta með því að lesa fyrir ykkur ljóð eftir T.J. Clooney og bókinni Somewhere Beyond the Sea. Þegar ég hlustaði á bókina og heyrði þetta ljóð, fékk ég gæsahúð og mér fannst það snerta mig svo djúpt. Í lífinu er svo mikilvægt að hafa fjölbreytta liti og við erum öll ólík. See me for who I am. I am magic, I am human, I am inhuman. See me. I am a boy, I am a girl, I am everything and nothing in between. See me, you do. You see me, you recoil in fear, you scream in anger. See me. I bleed, I ache. You see me, and you wish you hadn't. You wish I was invisible, out of sight, out of mind, unseen, faded, muted. You want my color, you want my joy, you want a monochrome world with monochrome beliefs. You see me, and you want to take it all away, but you can't. You want me lost, but I am found in the breath I take, in the space between heartbeats. I am found because I refuse to be in black and white or any shade of grey. I am color, I am fire, I am the sun, and I will burn away the shadows until only light remains, and then you will have no choice but to see me. Takk fyrir mig.